Stormasömu vorþingi lauk síðdegis í dag. Stjórnin ætlar að koma með langan lista mála í haust en stjórnarandstaðan varar við afleiðingum trúnaðarbrests. Bandaríkjaforseti ætlar að leggja 100% viðbótartolla á vörur frá ríkjum sem stunda viðskipti við Rússa. Þeir hafa 50 daga til að semja vopnahlé í Úkraínu. Áform eru mikla uppbyggingu ferðaþjónustu í Bláskógabyggð. Sveitarstjórinn segir geta verið varasamt að einblína of á ferðamenn en sums staðar hafi landsbyggðin lítið annað. Danir og Norðmenn eru margir hverjir búnir að fá sig fullsadda ferðamönnum. Íbúafjöldi margra borga og bæja margfaldast yfir hásumarið og ferðamenn kvarta yfir að sjá hvergi heimamenn. Hitamet féllu víða land í dag. Í höfuðborginni fór hitinn yfir 20 gráður í fyrsta sinn á þessu ári. Á Akureyri keppast tjaldgestir að ná rafmagnsstaur á meðan börnin busla í næstu tjörn. Gott kvöld. Veiðigjaldsfrumvarp atvinnuvegaráðherra var samþykkt sem lög eftir hádegi í dag eftir lengstu umræður á þingi hingað til. Nærri fjórðungur af öllum umræðutíma á þessu þingi fór í veiðigjöldin. Það var orðið heitt í þingsal eftir löng ræðuhöld þegar veiðigjaldsfrumvarpið var samþykkt. Enda einn heitasti dagur ársins hingað til og ekki oft sem þingfundi standa svo langt fram á sumar. Við vorum rétt í þessu að klára leiðréttingu veiðigjalda sem að líkur þar með lengsta málþófi sögunar hér á Alþingi. Þannig að þjóðin kaus og þingi virkaði og það er góð tilfinning. Stjórnarandstaðan hefur ekki farið leynt með andúð sína á frumvarpinu. Við tókum ykkur varstöðu með atvinnulífinu í landinu, með fólkinu í landinu og hvað það varðar að þá finnst manni eins og ósigur. Frumvarpið var samþykkt með breytingartillögu þess efnis að eftirlitsnefnd á vegum Byggðastofnunar meti áhrifin. Þá verður veittur 15% afsláttur af veiðigjaldinu á næsta ári og 5% afsláttur 2027. Helsta breytingin í frumvarpinu snýr að viðmiðunarverði sem útreikningur veiðigjalds byggir á. Atvinnurekendur hafa varað við að breytingin grafi undan svokölluðu verðlagsstofuverði. Þetta mál hefur engin áhrif á milli verðlagningu sem að útgerðir geta ennþá viðhaft í samstarfi við vinnsluna. Það er að segja, þannig ég sé ekki nákvæmlega hver áhrifin eiga að vera þar. Við höfum sagt það í Sjálfstæðisflokknum að það hefur verið illa unnið, það kom illa unnið hingað til þings. Hefur verið illa unnið á þinginu og það er náttúrulega með öllum ólíkindum hvað ríkisstjórnarflokkarnir sína atvinnulífinu í landinu lítinn stuðning. Atvinnuvegaráðherra segir nýju lögin skref í baráttu Viðreisnar og hinna stjórnarflokkana til að leiðrétta óréttlæti. Þetta er stór dagur fyrir okkur í stjórnarmeirihlutanum vissulega en ekki síður fyrir íslenska þjóð sem hefur áratuga skeið hort upp á þetta óréttlæti. Það er að segja hversu lítinn hlut hún hefur borið af arði af þessari þjóðarauðlind. Og fleiri mál en veiðigjaldið voru samþykkt á Alþingi í dag, til dæmis fjármálaáætlun til 2030 og breytingar á lögum jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Mörg mál voru ekki afgreidd og bíða haustsins, til dæmis lög kílómetragjald, búvörulög og bókun 35. Af 131 frumvarpi urðu ekki nema 35 af lögum og því bíður þingmanna mikið verk í haust. Það hefur margt gerst bara á 6 mánuð þessa kjörtímabils. Við komum bara klyfjaðar af málum til leiks núna í haust og það er nú bara örfár vikur í það. Eitt þeirra verður frumvarp menntamálaráðherra styrki til fjölmiðla. Hann segir lífið aldrei alveg eins og maður vildi hafa það en í stóra samhenginu gangi ríkisstjórnin ánægð frá borði. Hvað fjölmiðlana varðar segir hann ljóst að fjármunir séu til ráðstöfunar. Ég bara fullvissa fólk að það verður ekki rof. Ríkisstjórnin hafði líka lagt áherslu á strandveiðar. Veiðarnar verða að óbreyttu stöðvaðar í vikunni nema ráðherra finni leið til að bæta aflaheimildum í pottinn. Nú erum við bara að skoða málið en staðan er svo sem hún er og við þurfum að hafa hér í huga að þinginu var haldið í gíslingu af þessum sama minnihluta í fleiri vikur vegna veiðigjaldana og það hafði því miður vond áhrif á ákveðið mál og ég nefni það er ekki bara strandveiðarnar. Frumvarp sem tryggir strandveiðar í 48 daga verði lagt fram í haust. En ef það er einhver sigur í þessu að þá er það að við ríkisstjórnin hún náði ekki að klára öll sín mál og það voru mjög vondu mál á þingmálaskrá þessar ríkisstjórnar sem þau náðu ekki að klára.
munum vantarlega leggja fram aftur í haust og ég ætla að vona að vinnulagi verði betra. Heldur þetta sé eitthvað sem muni enduróma í næsta þingvetur? Ég vona ekki, en ég held hins vegar að það hljóti margir bæði hér innan þings og utan að vera hugsi yfir þeim aðstæðum sem að geta stundum skapast og hafa sannlega skapast hér á þinginu núna á vormánuðum. Undir lok þingfundar flutti Hildur Sverrisdóttir sérstaka yfirlýsingu fyrir hönd þingflokka stjórnarandstöðunar beitingu 71. greinar þingskapalaga. Hún sagði ákvörðunina hafa orsakað trúnaðarbrest á milli stjórnarandstöðu og þingforseta. Ég sagði það hér á föstudag þegar ríkisstjórnin ákvað að beita 71. grein þingskapalaga með því að þagga hér niður í lýðræðiskjörnum fulltrúum minnihluta að það verði ekkert eins og áður og það staðan. Rússar hafa 50 daga til að koma að samningaborðinu og semja vopnahlé í stríði sínu við Úkraínumenn, segir Bandaríkjaforseti. Annars verði settir 100% viðbótartollar á vörur frá ríkjum sem eiga í viðskiptum við Rússa. Bandaríkin ætla að hefja vopnasendingar til Úkraínu í gegnum NATO. Donald Trump Bandaríkjaforseti staðfesti í gærkvöld að Bandaríkin ætla að láta Úkraínumenn fá Patriots loftvarnakerfi, en það væri á borði evrópskra stjórnvalda að borga brúsann. Framkvæmdastjóri NATO fundaði með Trump í Hvítahúsinu í dag. No, Mr. President, dear Donald, this is really big. This is really big. You called me on Thursday that you had taken a decision. And the decision is that you want Ukraine what it needs to have to maintain, to be able to defend itself against Russia, but you do want Europeans to pay for it, which is totally logical. This is billions of dollars worth of military equipment is going to be purchased from the United States, going to NATO, etc. And that's going to be quickly distributed to the battlefield. Og Trump gaf Vladimir Putin Rússlandsforseta 50 daga frest til að koma að samningaborðinu. But we're very, very unhappy with them, and we're going to be doing very severe tariffs if we don't have a deal in 50 days. Tariffs at about 100%. You'd call them secondary tariffs. And I'm disappointed in President Putin because I thought we would have had a deal 2 months ago, but it doesn't seem to get there. So based on that, we're going to be doing secondary tariffs. Rútte ráðlaði Putin að taka orð Trumps alvarlega. So if I was Vladimir Putin today and hear you speaking about what you were planning to do in 50 days and this announcement, I would reconsider whether I should not take negotiations about Ukraine more seriously than I was doing at the moment, if I was Vladimir Putin. Keith Kellogg, erindreki Bandaríkjastjórnar í málefnum Úkraínu og Rússlands kom til Kyiv í dag á fund Úkraínuforseta. Í yfirlýsingu eftir fundin sagði Zelenski að hann hefði skilað miklu og verið uppbyggilegur. Þrátt fyrir þetta halda loftárásir Rússa á Úkraínu áfram. Síðasta sólarhringinn hafa að minnstakosti 6 verið drepin í slíkum árásum samkvæmt úkraínskum stjórnvöldum. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, segir að ógnin sem steðji að öryggi Evrópu hafi ekki verið meiri frá lokum síðari heimsstyrjaldar. Frakkar fagna þjóðhátíðardegi sínum í dag. Hermenn gengu fylltu liði, prúðbúnir göturnar og forsetinn vitjaði minnisvarðans óþekkta hermanninn. Macron ávarpaði herinn í gær og boðaði stóraukin fjárframlög til varnarmála í landinu. Til þess þarf hann samþykki þingsins en gangi það eftir verja Frakkar 64 milljörðum evra til öryggis og varnarmála á árinu 2027, sem tvöföldun á 10 árum. Si notre liberté a un prix, le voici. Nous sommes cette génération qui n'a pas connu la guerre, déterminée à ce que nos enfants ne connaissent rien d'autre que la paix. Mais soyons lucides, nous n'avons plus les dividendes de la paix dont nos parents avaient bénéficié. C'est terminé. Sans doute jamais, depuis 1945, la liberté n'avait été si menacée et jamais à ce point la paix sur notre continent n'avait dépendu de nos décisions présentes. Fyrirhuguð hóteluppbygging í landi Fells í Bláskógabyggð vekur blendin viðbrögð. Sveitarstjóri segir fáa aðra atvinnumöguleika í boði. Hér á reisa hótel fyrir 200 gesti, 100 smáhýsi og annan tug annara bygginga ef áætlanir ganga eftir. Já, þetta heilmikil uppbygging og þetta auðvitað fjölsótt ferðamannasvæði, þannig að það kannski eðlilegt að einhverjir fái þá hugmynd að reyna að byggja upp þjónustu fyrir þá að þeir fari ekki allir hér bara í gegn að þess að stoppa. Svæðið rúmir 16 hektarar og hefur verið óbyggt. Það mun fá nýtt nafn, Engiholt. Verið að safna undirskriftum gegn þessum framkvæmdum en það bent á að umferð á svæðinu muni aukast verulega.
nokkuð sem vegakerfið þoli illa. Það má nú kannski segja svona almennt með vegakerfið að það þolir nú illa þá umferð sem á svæðinu nú þegar og það verulega að vinna meira í því að viðhalda og byggja upp vegina. En það kannski ekki verið að gera ráð fyrir svo mikilli viðbótar umferð af þessari starfsemi. Það verið að horfa til þess að stoppa þá sem eru á ferðinni. Ásta segir óvíst hvort gera þurfi umhverfismat og að enn sé beðið umsagnar vegagerðarinnar. Þetta bara ennþá í skipulagsferli og það getur allt gerst á meðan að mál eru í þeirri stöðu. Það er verið að setja öll eggin í sömu körfuna að einblína svona mikið á ferðamenn. Það má alveg velta því upp, en það er svona spurning hvað landsbyggðin á að hafa annað. Það er kannski stóra spurningin sem mann þurfa að velta fyrir sér. Og meira af ferðaþjónustu en þó í þetta sinn utan landsteinana. Íbúar í Jóskum smábæ eru langþreyttir á fjölda ferðamanna. Það er 100-faldast íbúafjöldin yfir sumarmánuðina. Det virker som en pingvinmarch, ikke? Når man går ned i byen, så kan man ikke bruge armene, fordi det er så tæt befolket. Blóvan er 300 manna bær á vesturströnd Jótlands og yfir hásumarið flykkjast ferðamenn þangað til að sleikja sólina. Bæjaryfirvöld segja að íbúafjöldin 100-faldist og þegar verst lætur koma 30.000 ferðamenn til bæjarins á dag. Vi har jo tit brugt det her udtryk, nu nok, men der vi altså kommet om på den anden side nu. Nu det altså for mange. Bæjarbúar kvarta yfir álagi á innviði og margir þeirra segjast forðast verslanir vegna þess að þeir komist ekki að vegna ferðamanna. Bæjarstjórinn þó ekki sammála því. Der mange turister i Blåvand, der mange turister i Varde Kommune, og det jo en fantastisk gave for et område her, hvor vi måske ikke har så mange potentialer at dyrke, at vi så populære, og så mange gæster har lyst til at komme forbi og besøge os. Så der mange gæster, men jeg synes ikke, der for mange. Og það ekki bara í Danmörku sem íbúar hafa fengið sig fullsatta ferðamönnum, því í Bergen í Noregi eru margir orðnir þreyttir á farþegum skemmtiferðaskipa sem fylla miðborgina yfir hásumarið. Jeg synes det er for mange som kommer samtidig. De store båtene som ligger her, de sperrer jo også for sikt. Så det berører jo alle mennesker som er i denne byen. Tiltaket at du ikke går over bryggen når du skal på jobb, som egentlig en jobbvei for meg, så jeg må gå Øvregaten. Men da må du forbi Fløibanen, og der det ikke alltid du kommer forbi. Rúmlega 2 milljónir koma árlega til Bergen og borgin einn vinsalasti áfangastaðurinn í Noregi. Aðspurðir myndu ferðamennir sjálfir líka vilja sjá færri ferðamenn. Þeir kvarta yfir löngum biðtíma og röðum og að hitta frekar samlanda sína en heimamenn. It is really crowded with tourists here, and we didn't come here to see other Americans, we came here to see Norwegians. Jag gillar inte det här. Lang kø og lang ventetid? Ja. Hvor lenge har du stått her da, tror du? En dag. Borgaryfirvöld takmarka fjölda skemmtiferðaskipa við 4 á dag og alltaf 8.000 farþega. Hins vegar eru engin takmarka því hve margir ferðamenn geta komið til borgarinnar á hverjum degi með öðrum ferðamáta. Så ser jeg jo det selv også når jeg går rundt i sentrum at det er mye folk. Så må vi på en måte gjøre det beste ut av det og sørge for at turistene får en god opplevelse når de kommer her. Men selvfølgelig også de som bor i sentrum, at de også skal oppleve at det fremdeles er greit å bo her da. Og þá förum við í góða veðrið hér heima. Hitamet féllu víða land í dag og litlu munaði að hátt í 90 ára gamalt met yrði slegið. Hæsta hitastigið mældist á Hjarðarlandi í Biskupstungum í dag, 29,5 gráður, og hitametið sem sett var í Berufirði 1939, 30,5 gráður, stendur því enn. Hitinn fór yfir 20 stig í Reykjavík í fyrsta sinn á þessu ári. Í Nauthólsvík var ylströndin þéttsetin og þröngt máttu sáttir sitja í sundlaugunum. Veðrið leikur áfram við landsmenn og líklegt að margir verði á ferðinni næstu daga að elta sólina og leita leiða til að kæla sig. Það er ekki bara niður á Alþingi sem fólk farið að huga að sumarfríinu því að flestir leikskólanir eru núna komnir í frí og þegar að veðurseldin mætir líka á sama tíma þá er ansi fljótt að fyllast á tjaldsvæðum eins og sjá má hérna á Hömrum á Akureyri. Það er búið að vera frekar mikið að gera undanfarna daga
var orðið þétt hjá okkur, þannig að við þurftum að fara í að opna aðeins fleiri staði og erum með hérna svona 1500 til 1700 manns gistingu á nóttu. Þannig að þið hafið alveg ennþá pláss fyrir þá sem vilja koma? Já, við höfum ennþá eitthvað pláss en það er nú orðið þétt skipað hérna inn á svæðinu en á þessum nýju svæðum er hérna pláss og það er ekki mikið orðið laust í rafmagn, það er svona eiginlega orðið uppselt. Ásgeir segir mikilvægt að fólk sé þolinmótt, sýni hvert öðru kurteisi og tjaldi ekki of nærri öðrum. Tjaldsvæði sé ekki aðeins vinsæll gististaður heldur einnig útivistarsvæði heimamanna. Það er mikið af fólki sem kemur bara sinni útivist, er í gönguferðum og krakkar sem koma hér til að leika sér á svæðinu alla jafna, þannig að hérna, svæðið er vinsælt. Og Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður er út í kvöldsólinni og þar er nóg að vera því góða veðrið er nýtt til framkvæmda og þær eru mjög umfangsmiklar í dag og á morgun, er það ekki Greta Sigríður? Jú, það passar. Það er framkvæmdir hér á Suðurlandsvegi og hér var lokað klukkan 8 í kvöld og verður lokað fram aðeins eftir nóttu, en líka í Hvalfjarðargöngunum og þau verða meira að segja líka lokuð næstu nótt. Þá eru líka framkvæmdir á Vestfjarðavegi 60 í Dölunum. Þannig að hvetjum vegfarendur til að huga því. En hjá mér er Ársæll Páll Kjartansson, verkstjóri hjá Kólas. Geturðu sagt okkur hvað þeir eru að gera hér? Við erum að malbika hérna hringtorgið við Almannadals afleggjara og verðum hérna eitthvað fram eftir einsöku Hvalfjarðargöng. Þið þurfum að vinna á næturnar þegar að þessu en það kannski ekkert endilega verra þegar veðrið er svona? Það er bara fínt að vinna í góðu veðri. Það er allir á bólnum. Það er loka hér á Suðurlandinu í kvöld en hérna, þannig að vegfarendur þurfa að fara hjáleiðir, það ekki? Hvert bendur fólki á að fara ef þeir þurfa að komast suður, austur eða til Reykjavíkur aftur? Þeir þurfa að fara í gegnum Hafravatnið, því miður, en það verður vonandi bara mjög stutt. Það eru 14 manns hérna að störfum en hvenær haldið þið getið orðið búnaðir þessu? Vonandi stutt eftir miðnætti. En það eru líka, eins og ég sagði áðan, að störfum fólk í Hvalfjarðargöngunum og hérna þar er þetta en stærri framkvæmd eða hvað? Já, það er aðeins stærra. Þeir verða töluvert lengur framöndu og alveg eins og morgun. Það verður að langa lokanir þá. Verður þetta ekki glansandi fínt hjá ykkur þegar þeir eru búnir? Þetta verður æðislegt, eins og á að vera. Af öllu líðu vel. Já, þannig að þetta er eitthvað sem að vegfarendur geta hlakkað til og við minnum á að fólk að athuga hvort það séu lokanar á ferðina áður en að leggja af stað í borginni. Takk fyrir þetta, Greta Sigríður á Suðurlandsvegi. Handskrifaðir matseðlar, gestabók og heimalagað bakkelsi var meðal þess sem ungmenni á Blönduósi töfruðu fram í matsal Húnaskóla þegar þau opnuðu skyndikaffihús fyrir eldri borgara bæjarins. Krakkar á leikjanámskeiðinu Sumarfjöri á Blönduósi ákvað á dögunum að gera vel við elstu íbúa bæjarins með því að opna fyrir þau kaffihús. Hver og einn fekk sitt hlutverk, allt frá því að baka vöfflur yfir í að bera kræsingarnar fram. Við erum að gefa eldri borgurunum bara kaffihús. Og ætla að gefa þeim bara borða eða eitthvað meira? Borða og drekka og fullt. Hvað ertu að gera hérna? Búa til vöfflur. Hefurðu gert vöfflur áður? Nei. Hvað er búið að vera skemmtilegast við að undirbúa? Baka. Hvað bökuðu þið? Muffins, bananabrauð og skúffuköku. Hvað langar þið mest að smakka? Súkkulaðikuna. Svolítið súkkulaðikall? Já. Gestirnir mættu stundvíslega við opnun, fengu sér sæti og rendu yfir matseðilinn og þeim var að sjálfsögðu þjónað til borðs. Hvernig líst þér á þetta framtaki á krökkunum? Það er svo rosalega flott. Þetta eru fínir krakkar og fína veitingar og mjög skemmtilegt að koma hérna. Þetta er alveg glæsilegt. Hvað heldur þú að fá þér? Já, ég er nú bara að velta fyrir mér hérna vöfflu til dæmis. Þetta er ljómandi gott. Hvað gefur þessu kaffihúsi í einhvern svona frá 0–10? Bara 10. Og meira segja uppvaskið var tekið með bros á vör. Er það ekki svolítið mikil vinna að vaska upp eftir svona marga gesti? Jú, en rosa gaman. Getur það vel? Já. Sjá, byrjunni hérna. Má ég spila þarna? Já, þeir að gera. Þá ætlum við að líta til veðurs. Hæg, austlæg eða breytileg átt á morgun en allvíða hafgola við ströndina. Bjartviðri mest allt land en líkur á þokulofti við ströndina einkum fyrir norðan.
Heldur svalara í flestum landshlutum en svipaður hiti á Suðurlandi og Norðausturlandi eða 20 til 28 stig. Við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Fótboltamaðurinn Cole Palmer bauð upp á sýningu þegar Chelsea varð heimsmeistari félagsliða í gær. Bandaríkjaforseti fagnaði með liðuna að leikslokum. Fyrsta fjallaleið Frakklands hjólreiðasumarsins var í dag. Eftir spennandi keppni fékk nýr hjólreiðamaður að máta gulu treyjuna eftirsóttu. Og 2 leikir voru á dagskrá bestu deildar karla í fótbolta í kvöld. Í íþróttum hér handan við hornið. Ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Stormasömu vorþingi lauk síðdegis í dag. Stjórnin ætlar að koma með langan lista mála í haust en stjórnarandstaðan varar við afleiðingum trúnaðarbrests. Bandaríkjaforseti ætlar að leggja 100% viðbótartolla á vörur frá ríkjum sem stunda viðskipti við Rússa. Þeir hafa 50 daga til að semja vopnahlé í Úkraínu. Áform eru mikla uppbyggingu ferðaþjónustu í Bláskógabyggð. Sveitarstjórinn segir geta verið varasamt að einblína of á ferðamenn, en sumstaðar hafi landsbyggðin lítið annað. Danir og Norðmenn eru margir hverjir búnir að fá sig fullsatta af ferðamönnum. Íbúafjöldi margra borga og bæja margfaldast yfir hásumarið og ferðamenn kvarta yfir að sjá hvergi heimamenn. Hitamet féllu víða land í dag. Í höfuðborginni fór hitinn yfir 20 gráður í fyrsta sinn á þessu ári. Á Akureyri keppast tjaldgestir að ná rafmagnsstaur á meðan börnin busla í næstu tjörn. Þessi fréttatími er á enda. Við minnum á RÚV.is þar sem nýjustu fréttir birtast allan sólarhringinn og við minnum á RÚV appið en þar má finna alls konar góðgæti til að njóta í góða veðrinu. Verið sæl. Goðsagnir í tennisheiminum, Gods of Tennis. Breskir heimildaþættir frá 2023 gullöld tennis þegar goðsagnirnar Ashe, McEnroe, Borg, King, Navratilova og Evert réðu ríkjum. Geniuses on the court. They were superstars off it. On one of the most significant weekends in Wimbledon history, 2 of the game's trailblazers, Arthur Ashe and Billie Jean King, were not only intent on winning the tournament, but changing the world in the process. Goðsagnir í tennisheiminum, Gods of Tennis, miðvikudag á RÚV.